Jæja, Airwaves 2012 heldur áfram. Ég með þingu landslið hérna hjá mér. Hvernig stemmingin í ár? Hún frábær. Hún alveg bara algjör snilld. Yndisleg. Þetta sé besta Airwaves síðan mælingar hófust. Það málið? Já, ég held það. Hvernig mælir maður Airwaves? Mælir það í loftbylgjum. Í loftbylgjum, ok. Í vindkviðum. Í vindhraða. Þetta nú ekki fyrsta sinn sem að þið spila Airwaves. Hvað hafið þið spilað oft? 4 sinnum. Nei, býtu það 2008, 2009, 2010, 2011, 2005 sinnum. 5 sinnum. Þetta er 5. skipti núna? Já. Þið voru nú ekki alltaf, þetta telja, 4 í bandinu. Nei. Hvernig er þetta búið að þróast í gennum tíðina? Farið í gennum sögu Sigurs fyrir mig. Hver tekur þetta að sér? Já, og með djúbrotar. Við byrjuðum 2. Hverju þá? Ég og Halldór. Blessaður. Það byrjaði á Airwaves 2008. Við spiluðum á 22. Klukkan 9 og 22 og við fengum einhverja bjórmið og bara hvað að gera við þetta maður? Hvað voru þið gamlir þá? Svona 11-12 ára, bara I'm 12 and what is this? Eru þið svona band sem var sett saman fyrir Airwaves? Við verðum að meika, Airwaves alveg að koma, ok, búum til band, skýrum það bara Sigur og meikum það. Jakob Frímann hringdi í okkur og sá sér leik á borði í að hala einn smá auka pening og ákvað að setja saman lítið elektroband. Þannig Jakob Frímann er að fá okkur á prósentu og öllu sem þið gerir í dag. Já, drengi mínir, þið eftir nú eftir að borga mér fyrir þessa plötu sem þið gáðu. Agnes, hvernig kemur þú inn í bandið? Hvernig kem ég? Ég var bara að djamma með Halldóri. Árið 2008, nota bene. Já. Þegar þú varst 12 ára? Já. Þegar við vorum 12 ára. Ég dró hann í eitthvað djam hana þegar við vorum 12 ára. Fórum hann til kirkjugarðinn. Nei, við fórum í hljómskála. Við fórum í hljómskálagarðinn. Það var alltaf partí þar í hringhúsinu hana. Partí í hljómskálagarðinum? Já. Landafyllri? Það var geðveikt, vá hvað var gaman að fara í partí hana. Ennþá bara líkla? Það má ekki segja frá því ennþá, það hafi verið í partí þarna. Þið verður að segja mér allt frá þessu. Núna er Airwaves, það má skúpa eins og maður getur á Airwaves sko. Það má fá allt upp úr ykkur. Ég get sagt þér alveg fullt af einhverjum aflandskrónum hérna en ég nú alltaf... Já, allan ég fór og við djömmum nokkuð saman og síðan ákveð bara pröfa að gera eitthvað lag saman. Þú veist að sýna mér eitthvað sem maður hefur gert og ég pröfa að syngja það, kom eitthvað vel út og þá gerum við Battle. Já, daginn eftir samdi ég Battlestar og svo vorum við svona hálft ár að taka upp fyrri partinn af vokalum yfir. En síðan kom Reykjavík. Þú erum svona lengi að því? Já. Reykjavík lag nr. 2? Já. Varstu tekin inn í bandið út af vinsældum lagsins? Nei, þetta lag var ekkert vinsælt fyrst sko. Þannig að ég held að ég hef bara tekið inn því að við virkum vel saman. Nú var ég að spyrja, hvort er það Erpur eða Sigur sem á viltu dykklaðið? Hver á meira í laginu? Er beef út af því að Erpur er búin að eigna sér það? Það er ekkert beef. Grænmetisætur, þannig er ekkert fucking beef. Við hugst... Nei, þú veist... Við viljum ekkert eiga þetta lag sko. Nei, þú veist... Það er ekkert þannig. Við og Erpur erum eins og fjölskylda. Þið eru fjölskylda? Er Erpur partur á Sigur genginu? Erpur er pabbi. Hann er pabbi. Sigur pabbi. Hann kemur alltaf sunnudagum og knúsar okkur þegar við erum fengið. Kemur Reykjavík lagið í kjölfarið á því að þið föttuðu að rapp virkar rosalega vel til þess að gera vinsæl lög? Ákveða að rappa meira? Rapp? Er Reykjavík eitthvað rapp? Þokkalega mikið rapp í Reykjavík. Ég er með smá insight info hérna sem kannski ekki allir vita en lagið Reykjavík var í rauninni samið áður en Viltu Dick var samið. Wow! This changes everything, man! Það breytir sögu bandsins. Förum núna yfir í eitthvað svona basic Airwaves dót. Hvað er öðruvísi við Airwaves og önnur gig? Hvað er svona yndislegt við þessa hátíð? Ég held að Airwaves bara sé eins og jólin. Það er bara, maður er búinn að undirbúa sig svo ótrúlega vel. Svo er þetta líka þannig að maður er alltaf með eitthvað svona hálfklárað efni
sem einhvers staðar þarna og svo eru svona deadline fyrir alla tónlistamenn þar sem allir þurfa að klára bara allt sem þeir eru að gera. Það gerir engin neitt alla hérna mánuði ársins og bara kortir í Airwaves og bara Stúdíó! Algjörlega. En hvað er það versta við Airwaves hátíðina? Vindhraðinn myndi ég segja. Allan í ár, sko. Í fyrra man ég að ég þurfti að klæða mig í svartan ruslapóka og klæða mig í krónupóka á fótunum til þess að geta farið út úr húsi. Það var svo ógeðslega mikil rigning. Nú er vindur. Nú er vindur. Og næstur sól. Nei, það gerist aldrei. Það væri nú aldrei sól á Airwaves. Herri Sigurkrakkar, gangi ykkur vel. Sömuleiðis. Bara leiðast.